ég þekki það alveg að þú veist að vera að hugsa síðustu krónurnar mánaðamót og ég hef meiri segja þurft að fara til mæðrastigsnefndar einhvern tímann í kringum jól. Ég veit hvað það erfitt að fara inn í og biðja aðstoð og það mjög erfitt fyrir Íslendinga. Hvað er það skömmin eða er það? Já, það kannski skárra núna þegar það eru svona margir. Það bæði skömmin og það svona ákveðin niðurlæging að þú veist að vera ekki nógu góður. Já. Og sama var líka svona ákveðið það var ákveðið hugafar hérna til dæmis á Íslandi gagnvart atvinnulausu fólki. Það voru bara upp til hópa aumingjar og til dæmis ég var í þannig vinnu að ég var mjög ofta að vinna bara tímabundin verkefni og svo fór maður kannski tímabundu atvinnuleysisbætur og meðan maður var að leita sér öðru. Út af því að sú vinna sem ég var í eins og í vefhönnun og annað á sínu tíma var mjög óstabíl. Þessi fyrirtæki voru öll annarkvort að fara í þrot eða sameinast öðrum og á þessum tíma sem ég var í þessu. Þannig að þá fann maður svona þetta hugafar. Og ég reyndi alltaf hef alltaf haft þetta hugafar að ég hef aldrei verið atvinnulaus, ég fer bara alltaf við sjálfskipa atvinnubótavinnu og reyna að láta eitthvað gott að mér leið eða gera eitthvað svona í þágu samfélagsins þegar ég hef verið inn í þessum tímabilum. Og það rosalega gott, rosalega gott að hafa það hugafar og ég mæli bara með því við þá, því ég veit alveg að það er ömurlegur veruleiki, en það er ekkert ömurlegur samt en að gera ekki neitt hafa engan strúktúr og það er mjög auðvelt að búa sér til strúktúr. Í atvinnuleysinu? Já.